Jónas Björgvin Sigurbjörnsson. Jónas, við erum stigalausir í deildinni. Er ekki menn staðráðnir í að sækja fyrstu stigin á morgun? Jú, bara alveg eins og við vorum í fyrstu umferð að vorum staðráðnir í að sækja 3 punkta þá og í leiknum þar á eftir og síðan móti Þrótt síðast, en mér fannst þið vera óheppnir í þeim leik, þannig að jú, auðvitað erum við staðráðnir í því að ná í 3 punkta á morgun. Þetta var eiginlega, sko, þegar maður leikurinn á móti Þrótturum, þetta var eiginlega rosalega súrt að missa að fá þetta mark á sig í lokin. Já, það var það að því að við fengum svo mörg færi til þess að bara gera út leikinn í rauninni, fannst mér, sko, og svo vorum við að verjast alveg ágætlega og svo koma þarna 2 skot fyrir utan teiga með minnir og þau endi í netinu og það er svo sem ekkert við neitt að sakast, heldur bara að þegar maður gengur illa þá er líklegt að maður sé óöfnir heldur en heppinn. Þannig að það helst í hendur og við vorum óöfnir í þessum leik og kannski Klaufa líka bara klárt ekki sjálfur, en súrt það jú, en það breytir engu fyrir leikinn á morgun. Við erum ennþá stigalausir og við þurfum 3 punkta, þannig að við förum bara og sækjum það á morgun. Haukar, hvernig leik megum við búast við á móti þeim? Hefurðu skoðað hvers konar, hvaða leikstíl og annað þeir eru með? Hverju megum við búast? Þetta er allt strákar sem ég hef spilað upp í gegnum yngri flokkana með. Þetta er frekar ungt lið og svo er með 2 sterka framherja í Renato og Björga Stef, þannig að þetta er svona fysikal framávið og ég held ég megi búast við að þetta verði eitthvað 4-4-2 leikur hjá þeim og mikið að krossum og látum inn í bóksinu okkur, þannig að við verum að klári frá fyrstu mínútu að berjast fyrir markinu okkar að halda því hreinu, af því að ég er full að trúa því að við skorum. Er þetta svipað lið hjá þeim núna eins og voru í fyrra? Já, nema það að þeir eru búin að bæta við sig, held ég 2 eða 3 leikmönnum og svo er Bjöggi náttúrulega komin aftur heim eftir að hafa verið á láni í fyrra, þannig að þetta er ívið sterkara lið og það er alltaf gaman að spila á móti Haukum. Við verðum að gera ráð fyrir því að við fullurum það að Þórsliðið er sterkara í ár heldur en fyrra því að þeir eru árinu eldri, reynslunni ríkari. Spurningu bara hvenær þetta fer þetta með okkur? Já, ég vil meina það að liðið styrkist eftir hverju árinu sem líður, af því að maður fær reynslu og annað í bankan og þó sé að koma ungi leikmenn margir inn að við erum með betra lið og við erum allir betri enn í fyrra, þannig að þó úrslitin gefi svarta mynda hvernig ástandið er núna, þá hef ég samt full að trúa því að við getum ennþá slegist með að fara upp og ég bara förum upp, þannig að ég er ekki smeykuð við neitt, sko, þó við höfum tapað fyrst 3, ég meina töpum 6 leikjum í röð í fyrra og það man enginn eftir því í dag, þannig að vorum við 4 stig eftir fyrstu 3 umferðirnar í fyrra og vorum með 0, þannig að við erum 4 stig frá því núna og ég held við höfum aldrei verið snóla toppnum á akkurat núna. Það er ekkert mörg stig upp í toppsætinu eins og staðinu núna, þetta er bara rétt að byrja. Já, algjörlega, ég meina ég held að það sé 7-8 stig og það er engin ástæða til að vera eitthvað að panika núna. Ég meina, ef þetta væri staðan þegar við vorum komin inn í hálft mót og það væri með 0 stig, þá kannski væri ég farin að þess að panika, en þetta er bara fótbolti og þegar það gengur illa þá er eina sem gengur, það er bara að standa í helvítis fæturnar og halda áfram. Því að það er engin annar að fara að gera þetta fyrir okkur heldur en við sjálfur. Þannig að við verum bara að þjappa okkur saman og komin á völlinn eins og menn á morgun og fara kannski fyrir mynd stelpunana og gera vel. Snúa bökkum saman. Heldur betur. Þótt klár og hópur klár, það er sæmileg stemming í hópnum. Já, það er alltaf stemming að vera Þórsari og vera hérna fyrir utan Hamar. Það er alltaf stemming að vera Þórsari. Þetta yrði náttúrulega ekki dyrfi. Þetta verður náttúrulega geggjað. Taka þetta 3 punkta á morgun. Það er fín byrjun og góði herrakvöldi sem verður svo annarkvöld. Alveg 100% og ég held að sín og eiginlega ekkert annað í búið heldur en að taka 3 punkta fyrir allar þessar Þórsara sem eru að mæta og styðja baki okkur á morgun og sína okkur innan stuðning, þannig að ég held við getum alveg gert þeim þann greiða að gefa þeim 3 punkta á morgun. Lögða þetta til lukku og allir verið sælir í dagslokk. Heldur betur. Gangi vel. Takk sömuleiðis.